Góða kvöldið og velkomin í þátt númer 80 hérna á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Nú í dag er laugardagurinn 21. desember. Það er orðið dimmt úti, klukkan er alveg að verða 6 og ég er ein heima. Kallinn fór suður í bíó með örverpinu og tengdadótturinni og ég ákvað bara að snara mér í að taka upp þátt í staðinn fyrir að gera það á mánudagsmorgunin af því að ég meina það er Þorláksmessa þá og þá er skata og svona að vera að setja loka punktinn á allt og ég er með hérna líka 2 klár sem að fara að heiman á morgun þannig að til þess að geta sýnt ykkur það þá náttúrulega var þetta bara alveg grá upplagt að smella í þetta núna. Ég vil bara biðja alla nýja og gamla hjartanlega velkomna og afsakið hvenær sem þið horfið á þetta, bara ég vona að þið njótið og takið bara aðeins rólega hátíðarnar eins og ég ætla að gera. Ég er ekki með kaffi, ég er bara með svona smá drykk í glasi. Svona, já, í ljósi þessa klukkan og þetta margt og kaffi ekki gott fyrir mig ef ég ætla svo í nótt. Ég ætla að fara yfir klár, verk í vinnslu, hvað þetta pókan og svona. Bara snaraði eins snöggvast. Það var náttúrulega orðið seint að fá sent fyrir jól en körfur eða töskur en það er bara afsláttaralbúm inn á síðunni hjá mér sem að verður bara á meðan að eitthvað er til þar og ég er ekkert að fara að stressa mig neitt á næstunni að fara að gera eitthvað meira því að ég er komin í smá skuldbindingar sem að ganga fyrir þessu. Þegar aðeins svona lauslega þá eftir. En það er svo sem ekkert eftir neina að bíða. Ég ætla að fara bara í klárin. Ég ætla fyrst byrja á því að sýna ykkur klár sem að ég bara kláraði fyrir svolítið síðan og það er búið að hanga upp á vegg fyrir aftan mig. Ég veit ekki hvort það hafi séð það en ég nefnilega vissi ekki hvort þetta ætti að vera gjöf eða hvað en svo bara af því ég náði ekki að gera eins. Ég ætlaði að gera nokkra en náðu bara að gera eina og ég ætla bara að eiga þessa en ég á eftir að gera fleiri svona. Þetta er mjög skemmtilegt og það var ein prjónasystir mín í Tjarnadísahópnum sem að heimtaði að ég sýndi þetta betur og það er Yoke O'Clock, klukkan mín og þetta er í rauninni svona típist munstur eins og er efst á peysum. Ég er með starfleik sjálf mitt, það hrollur í kellu og þá er gott að eiga sjál sem að nær vel yfir. Já, og þetta er bara hreinlega sett á hljómplötu. Klukkuvirkið pantaði ég bara frá Kína, nokkur stykki fyrir skeið og ingenting. Og þetta er hvorttveggja gadd frá Vatnsnes, BFL grunnurinn hennar sem ég gerði fyrir sýnisotnúri fyrir sýningarnar hennar í sumar, handverkshátíðina og gaddgönguna og þetta er afgangur úr því, græni liturinn er bara grænn og svo er þetta auka liturinn er svona marglitur alls konar og þetta er bara fáránlega gaman að gera þetta. Og í uppskriftinni, þetta er Yoke O'Clock, þetta er til selt á Ravelli, þessi uppskrift, og það koma fullt af munstrum. Og ég held ég hafa bara byrjað á fyrsta munstrinu sem var í boði og leiðbeiningarnar eru bara mjög þægilegar og þetta var bara ekkert mál og ég er í rauninni fljótgert en á því ég var að gera margt annað á sama tíma, það fannst mér þetta taka óratíma en þessum að alveg snara fram úr erminni á svona léttum laugardegi, Og ég held ég hafa prjónað þetta á
þetta er svona fingringróleiki og ég prjóna þetta á 2,75 held ég. Ég á eftir að setja þetta inn á Ravelry hjá mér. Ég þarf að taka svolítið skurk núna áður en að áramótin gangi í garð. En þetta er sem sagt Yoga Clock. Gjörðu svo vel, Agnes mín. Núna sér þetta. Og þetta fer bara aftur upp á vegg hjá mér á eftir. Nú svo datt ég óvart í svona óvænt pröfuprjón. En þannig er hann Helena Sif hjá Rökkurnet er vinnufélagi mannsins míns. Og þannig að ég kannaðist við hana og ég rampaði var sérst að prjóna hérna Orlandósjalið og þurfti að spyrja hana spurninga út í það og þá sýnir hún með mynd af ótrúlega fallegri barnapeysu sem hún var að leggja lokahönd á og ég slefaði yfir henni og ég sagði henni að ég væri að pröfuprjóna og hún spurði bara hvort ég vildi pröfuprjóna þessa og ég sagði bara já takk og hendi mér í það og ef þið heyri eitthvað skell þá er þetta hurðakransin og útidyrahurðinni, það er svolítið rók og ég fekk leyfi til þess að sýna ykkur peysuna og ég veit ekki hvort það sést á myndinni en þetta er sami liturinn en sikkurt lotunúmerið þannig að það eru brjáluð litaskil einhvers staðar, sjást ekki í þessari birtu. En það er allt í lagi, það er ekki tundra í hættinu en peysan er ótrúlega beautiful og býttu nú við, sé bara nei, ég er ekkert að sjá eitthvað villi og þetta er einst í 2 ára stærðin þannig að það verður lítill maður 2 ára litli maðurinn minn verður 2 ára í mars og þetta verður eins og bara kápa á honum, hann er svona títa og ég geymi þetta bara fyrir hann og þetta tókst mér náttúrulega að gera smá glóríu í þessu einfaldlega þegar ég las bara á uppskriftinni stroff en las ekkert að það var eitthvað önnur aðferð við það þannig að ég gerði bara hefðbundið stroff en það er ekkert hefðbundið stroff og ég gerði stroff í uppskriftinni á ermunum þannig að svo því sé haldið til haga þannig að ég prófaði stroffið og það virkaði en þetta kemur vonandi fljótlega út hjá Rökkurnet og bara þetta er mjög þægilegt prjón ég reyndar áttaði mig ekki á því að þetta væri prjóna fram og tilbaka þannig að það er mikið brugðið í þessu sem að er allt í lagi en þegar ég var svona í pínu tímapressu út af sjálfur mér ekki út af verkefninu að þá þú veist var það svona oh shit því ég uppgötaði það en svo er ég ekkert mikið lengur að ég að prjóna brugðið frekar en slétt þannig að þetta er sem sagt þessu var ég ekki byrjuð á í síðasta þætti en er búin með núna og var að sauma tölurnar í dag og núna fer þetta bara í geymslu þangað til litli maðurinn minn á afmæli og það var svona pínu gott vont að vinna með gatnið af því að eins og kannski sum eitthvað munið að þá var svona pínu erfitt hjá mér held ég í þar síðasta þætti en þá vorum við sérst að gangi gegnum það að elsta dóttir okkar sem stjúpdóttir mín hún þurfti að láta ljúka meðgöngu hjá sér vegna alvarlegs ginagalla í fóstrinu sínu og auðvitað var amma búin að taka til í tösku og tilbúin til þess að fara að gera teppið fyrir kríli ég ger alltaf teppi handa barnabörnunum mínum og þetta er gatnið sem átti að fara í teppið og þannig að það var svona pín tregi í þessu en rosalega gott samt að vinna bara strax úr gatninu og ef okkur hlottnast að fá seinna 4. barnabarnið
að þá bara verður keypt nýtt gatn í það. Þannig að það var bara einhvern veginn gott að geta nota gatni strax. Þannig að þetta væri ekki svona eitthvað, þetta væri ekki eitthvað að trufla mig. Af því þetta var bara rosalega skrítið ferli en sem betur fyrir í dag það má tala svona hluti. Hún var náttúrulega nánast hálunum við meðgönguna og maður farin að gera sér væntingar og allt þetta. Þannig að já. En Himmi hann verður í gatninu sem að litli frændans hefði annars átt að vera umvafinn í, svo að þetta er mikil ást í þessu. Og já, þannig að þetta fer bara í geymslu þar til Hilmir býður í partí. Nú, svo eru 2 klári viðbót sem að þið sáuð ekki upphafið á heldur. En miðjan okkar, sem sagt, frumburðurinn minn, hún er rosalega prjóna verðug. Hún bara elskar allt sem að hún fær prjónað eða heklað eða saumað á börnin sín og sjálfa sig og biður, eða svona, gefur mér svona hint, alveg bara sendir mér mynd af einhverjum og sætu stráka eða stelpu í einhverju ægilega sætu og ég sé strax alveg bara já, ég var búin að sjá þessu öskristum með hitinu, ætla hún vilji fá þetta og ég alveg á amma gera svona á Hrafntinu eða Hilmi og já, ef þú mátt vera að og svona volúmsk sko, að því hún veit að mamma hefur alveg ágætlega mikið að gera, en það er það sem er svo yndislegt við þessar barnaflíkur að þær eru nú yfirleitt mjög fljótgerðar og mér fannst bara svo gaman að geta gert svona gutta spariflík og þannig að þetta var sparivestið frá sem hún Amma Loppa var að gefa út sem er inn á ammaloppa.is og hún vildi fá svona jólarauðan á Hilmi og ég þurfti að fara svona milliveginu uppskriftinni af því að hann er svo, sko, það er hann einstu 2 ára uppskrift sem ég gerði á Ernilegu, hann er reyndar alveg bara þú veist, í sinni kúrfu og allt það, en ég þurfti að fiffa aðeins ummál og víta og litla strumpun, sko. Og ég notaði uppgefið garn, þetta dalagarn, lerki sem ég pantaði bara hjá A4 og himmalitur er bara rauður og þannig að þetta er, þau eru að koma í jólamat til okkur á morgun. Við nennum ekki að taka þátt í stríðinu börnin á jólunum. Þannig að við reynum alltaf að hafa bara okkar jólapartí fyrir jól. Svo þeir fá vestin sín og ég náttúrulega, sko þó að María hafi ekki verið búin að biðja neitt á Ernilegu að þá sendi ég henni mynd af þessu og sagði vantar ekki Erni svona fyrir jólin líka. Og var maður búin að panta gatnið á hann og allt í leiðinni, sko, áður ég spurði mömmuna og hún bara, jú, þannig að ég gerði hann. Þetta er sem sagt, hann verður 3 ára núna á Valentínusardaginn og litli frændi hans verður 2 ára mánuði seinna og ég veit að þessi rauða verður svolítið stóra á litla kútin en það er alltaf leið, hann vex í þetta. Ég hugsa að þetta verður bara rosa fínt á Erni eins og hann er núna. Hann er grannur og frekar langur. Þannig ég hafði búkinn pínu lengri en stóð að öðru leyti við bara það sem stóð í einstu 2 ára. Og það, ég man ekki hvaða ætla þessi ekki 8108, þessi grái litur sem ég nota í hann og ég pantaði það bara samhliða þessu rauða hjá A4 og þeir verða bara æðislegir frændurnir í þessu. Og mér er þess að pínu rök ennþá gráa því ég var að klára að ganga frá henni í morgun og skólana og skellina á ofn, þannig að hún fer bara aftur á ofn á eftir.
Og þá eru bara klárin komin hjá dömunni. Nú, og síðan eru það þá verkin í vinnslu. Og þar eru nokkrar fréttir. Ég var semst með 4 peysur á prjónunum í síðustu viku. Núna bara 1. Og það er af því ég rakti 3 upp. Eða tók þar á prjónunum. Ég á nættur að rekja gatnið upp. En ég reif prjónan úr og bara fann enga löngun til þess að halda áfram með þær. Og þegar maður er komin á þann stað í verkefni og það er ekkert langt komið og það bara, mér langaði ekki í loka flíkina lengur og þá bara hætti maður. Maður er ekki að eyða dýrmætum tíma í annars það, en ég tímdi alls ekki og það hvarflaði ekki að mér að rekja upp Malt Magic sem er bara verður skrautlegri og skrautlegri á minn mælikvarða. En ég er byrjuð á framstykkinu. Þetta verður framstykkið. Þannig að það svona smá vex. En það er enginn að flýta sér á þessum bæ með þetta verkefni. Og það bara, þú veist, hefur sinn gang og ég bara elska hverja einustu lykkju í þessu. Og finnst bara geggjað þó þetta sé út fyrir bóksi mitt og margra annara að hafa litin á svona sitt og hvað, að þá er þetta allt litir sem finnst alveg sjúklega fallegir og það veitir mér svo mikla ánægju við að vinna í þessu verkefni, þannig að þið heyrið það að þetta verkefni er ekki að fara eitt né neitt og mun bara halda áfram. Nú og From Grandma with Love teppið heldur áfram, bara þú veist, þó ég sé ekkert búin að gera í núna undanfarna vikur eða mánuði. Og síðan North Easterly teppið. Ég hef svona grunum að ég sé á sama staði ég sýndi ykkur. Kannski er þessi rönd ný fyrir ykkur. Þannig að það er bara, þú veist, svona langtíma afgangaverkefni og í einn af körfunum mínum, frumraun á körfunum, eru allar hespurnar sem ég ætla að nota í það. Ég er búin að vigta í það, þannig að ég er með allavega nóg í þá stærð sem að mig langar í núna, en svo er þetta náttúrulega þannig að það má alveg stækka það. Ég hugsa ég myndi aldrei fara að minnka það, en ekkert mál að stækka það. Þannig að það er bara þetta er bara inn í stofu hjá mér, við hliðina á stólnum mínum og bara gripið í það þegar að afsakið löngunin hellist yfir mig til þess að vinna í því. Nú, síðan er komið að játningu dagsins. Í síðasta þætti sagði ég við ykkur að hún Linda Björk, Hip Barbanit, sem er með enskt svona vídeoblogg á YouTube og góð vinkona mín, hún var að gera Neat Ripple hekla teppi frá Attic 24 og hún er að gera það í svona gulum litum, kallar það Grello teppið sitt og það er bara, það öskraði á mig og hún og ég er eitthvað að skammast í henni fyrir að vera að espa mig svona upp. Ég mætti ekkert vera að þessu og jat. Nema hvað að hún segir, já, ég ætti að sýna þetta kannski 2-3 ári viðbót og þá ertu fallin. Og þá var ég að byrja að gjóa óþorlega mikið í afgangana mína. Og ég sagði við hann að ég hugsa að dugi einu sinni en ef nokkuð. Þú veist, að ég þarf sennilega ekkert frekari hvatningu við. Nema svo man ekki daginn eftir það spjallið að 20 ára seinna. Þá sendur hún mér svona framvindumynd af teppinu. Bara svona til þess að ýta við mér. Nema ég sendi henni þá bara mynd tilbaka. Umsvifalaust.
og sagði sjá hvað ég var að gera í kvöld. Ég var að vinda upp í B-vítarsteppi. Ha? Það er gott að hafa góða vini sem að peppa mann bara áfram í svona. Þannig ég er byrjuð á teppinu og ég er ekkert komin rosa langt sko, en þú veist, hver lykkja telur. Og ég var náttúrulega keppast að klára sér vesti og prjónið þarna og þetta verður bara svona, þetta er ekki eins og rosalega vítt og hennar, en alveg bara plenti fínt svona einbreytt dæmi. Og ég svona aðeins pældi í því hvernig ég vatt upp hverja hespu fyrir sig. Þú veist, það eru svona grænir tónar saman og svo tek ég eitthvað lit úr, þú veist, hespunni sem var á undan til þess að feita inn í næsta og þar fram eftir götunum. Og ég hnýti þetta saman með svona rússneskum hnút, þannig að ég þarf ekki að ganga frá enda. Má sjá hvar byrja ég á þessum græna. Ég byrja til dæmis á þessum græna bara hérna inn í miðju teppi og það er bara hnútur þar sem að ég bara hekla og bara heyrði ekkert þann hnút og bara hekla áfram. Þannig að það verður engin frágangur hjá mér í þessu. Ég leyfi svo bara að flæða svona áfram og ég er búin að vinda upp 2, 4, 6, 7 hespur og náttúrulega að vinna í hespu númer 1 og meðan kúra þessar hérna bara og bíða eftir að komast að. Og þetta er rosa mikið gagn úr dagatölunum sem ég fekk með síðustu jól. Ég var bara ekkert búin að finna eitthvað, ég er með eitthvað í Northeasterly, það er eitthvað af því sem ég fekk úr heimagerði dagatölunum þar og svo er þetta bara svona alls konar blanda í hérna Neat Ripple teppinu. En þetta er svona meir og minna allt úr dagatalinu. Það er samt einhverja afgangar úr verkefnum síðan á þessu ári og svo leys. Og ég nota hérna Tulip 3,5 mm heklunál í verkið og þetta er fáránlega skemmtilegt. Og ég er engin sérstakur heklari en það eru mjög góðar leiðbeiningar. Maður getur farið í svona inn á attic24.com þá getur farið í svona meira ítarlegar útskýringar með teppinu þannig að bara svona ekkert sérstaklega vanur heklari á alveg að geta klóra sig fram úr þessu. Og það sem er svo frábært við að hekla er að það étur upp gagn. Þannig að þetta er bara fáránlega skemmtilegt. Bara takk Linda fyrir að vekja athygli mína á þessu og ýta mér út í þetta verkefni. Nú, síðan er ég alltaf með bílasokkana mína. Þeir eru bara út í bíl. Ég hef lítið verið í mínum bíl. Ég er búin að fara mikið suður með mömmu mína og þá þarf ég að fara á hennar bíl. Það kemst ekki inn í okkar og við erum á stórum jeppa og hún er í hjólstól og kemst ekkert upp í okkar bíl. Þannig að ég er að keyra þann bíl þannig að ég er ekkert að hekla með hann. Þannig að þeir sokkar eru bara í mínum bíl og eru bara tilbúinu þar til þess að vinna í þegar ég er þar og ekki keyra. Það er alveg sama hvernig ég tala við ykkur. Alltaf fáið nokkra geispa. Nú, síðan var ég búin að lofa tengdasyni mínum, manni, elstu dóttur okkar, lopapeysu. Og eins og ég hef margoft sagt ykkur að þá er ég komið með eitthvað bjöfitans óþol fyrir ístakslópanum. En mér áskotnaðist hérna garnstassið frá mömmu æsku vinkonu minnar sem lést í sumar. Og þar var slatti af plötulópa. Og hérna ég fór bara í gegnum þetta allt saman, hirti það sem að mér hugnaðist að
gera eitthvað úr og gaf svo bara restina í Rauða krossinn þar sem ég veit að þetta kemst í góð not og afgangurinn af plötulópanum fer svo þangað en ég ætla að láta mig hafa það að gera peysu á drengina því hann vill fá bara ekta lópapeysu. Ná í uppskriftina. Hann vill, svo var hann eitthvað svona vandræðagangur alveg bara, ég alveg vildi hafa hann að opna og loka og hann alveg ekki vesen að þú veist það var rennilás. Ég sagði, veistu það, ég vinn við að setja rennilása í fyrir fólk. Þannig að mér er bara slétt sama. Og þá bara, já, hann ánaflega eina lokað og langaði í eina renda. Og ég ætla að gera úr þreföldum plötulópa sem er þá eins og álufosslópin. Og við ætlum að gera þessi hérna, fugl. Og þetta er í Lópa 25, gamalt og gott blað, kostaði 790 þá, aðeins dýrara í dag. Þetta módel er hérna af Akranesi, svona eru ökukennarans míns. Svona fyrir ykkur sem langar að vita það. Og ég er nú ekkert komin lengra en ég bara, þú veist, fitjaði upp á leið og ég fitjaði upp á vesti hjá Sinans og hérna, fannst bara svona gaman að vera fitjuð fyrir feðgana. En þú veist, svo þetta eftir að, þú veist, ég ætla ekki að vinna meira í þessu alveg strax. Ég ætla að leyfa hátjónum að hafa sinn gang að því að bara leið og ég tók eftir, ég var búin að gera þessar umfyrir, þá var ég strax farin að roðna hérna fyrir ofan. Daginn eftir var mér illt í munnvikunum og bara rosa þurr í húðinni sem ég er venjulega ekki. Þannig að þetta fær bara bíða hérna þangað til að ég má vera að því að vera ljót. Ég þarf bara að fá mig líka maska og þú veist, vera bara með vel preppaða húðina og svona. Og plötulópin smell passaði hérna svona þessast 2 plötur ofan í körfuna. Þetta býður bara hérna þangað til að ég hérna líka, eins og ég segi, með smá skuldbindingu sem ég vil klára áður en ég fer að hella mér í mín verkefni sem eru þá faktisk ekki nema 3 teppi, sokkar og Malt Magic sem er á mínum prjónum. Þannig að svo er ég með hérna eitt svona verkefni útsaums. Ég var alveg staðráðin í að gera einn þráð á hverjum degi. Þannig að ég var að gera þá svona cirka svona á hverjum degi. En ég hef bara alls ekki staðið við það. Þetta voru einhverjir 3 dagar og síðan bara tóku aðri hluti við. Þetta er svona. Þetta er löpurinn hérna uppi. Og maður ætti kannski að byrja í september en ekki kortur í jóla að vesenast eitthvað svoleiðis og svo á ég stóra dúkinn líka. Svo ætlaði ég að gera eitthvað svona gæja. Ég seti þetta bara á sinn stað í geymslunni og seti reminder að taka fram jólaföndrið í september. Það ætla ekki að vera að stressa mig eitthvað á þessu. En ég sýni ykkur þetta er verk í vinnslu. Nú síðan er ég að fara að gera sýnshorn fyrir LaBNMA og ég fæ að gera hérna Herbivore eftir Stephen West. Hvernig sem í ellanum þú segir þetta. Óbúslega fallegt og einfalt og þessi maður sem er að módelast þarna, hann er víst mjög fær að spinna. Og það er nú eitthvað sem ég er náttúrulega alltaf að dunda mér í. Og hann er eitt af mótorunum í nýju sjalabókinni hjá Stephen. Rosalega flottur karakter. Og það er svo ótrúlega gaman að sjá hvað hann er með fjölbreyttan hópa af gæjum til þess að sýna verkin sín. En ég fæ að vinna með hinnu óviðjafnanlega og fallega LaBNMA í uppáhaldsgrunninum mínum og bara uppáhaldsgatni mitt. Það eru engar ríkjur. Það er Merino Sport grunnurinn frá LaBNMA og liturinn heitir Fluoro Morganite.
megableikur. Þetta engar ýkjur, sko, þetta sem þið sjáið. Hann bara neonbleikur. Það samt svona appelsínugulur undirtónn í honum, þannig að hann ekki eitthvað óþægilega neon. En það sem sagt 325 metrar í 100 grömmunum. Fókus. Og bara hérna fallega roglan. Þannig að ég fer að, þetta ætla ég að hafa fyrir uppfytti mitt á aðfangadagskvöld. Og þang til það kemur, þá enn einn karfan að geyma hérna. Ég sem sagt hérna hugsaði með mér að þessar körfur eru algjör snill fyrir þessi verkefni sem að ég ekkert að ef þau ekkert að leiðin út úr húsinu þá fá þau bara að eiga heim í þessum körfum og svo á ég nóg töskum til þess að henda þeim í ef þær fá að fara með út að leika. Nú mér að vera heitt, þannig að ég ætla að taka fallega sjálfið mitt Starflake eftir Stephen West og úr gatninu frá systraböndum af mér. Ölinn og lít sjálf að vilja mér hérna. En síðan er ég að byrja á verkefni fyrir Stephen sem að ég má ekkert tala en ég fekk leyfi til þess að sýna ykkur gatnið af því að það er bara sjúklegt og þú veist saman ég nýbyrjuð á verkefninu og að prjóna þessa dýrið saman það verður bara einhverjir töfrar. Þetta nýja glow frá hérna Westwool Glow Hair. Þetta er 72% mohair og 28% silk og þið kannski takið eftir ég er búin að ég var að vinda þessast gatnu upp í dag og það er allt í fluffi. En þetta er Wellington liturinn, svona dökkgrænn og svo er þessi með green olive og þetta er tandem hérna frá Westwool líka sem er DK grófleikinn og þetta saman prjónast. Það er bara eiginlega ekki hægt að lýsa því hvað þetta breytir hvoru öðru. Þetta er orðið að lykkjum. Það verður dýpri hann svona dóminerar aðeins. En þú veist, þetta er bara, ég á ekki eftir að geta lagt þetta verkefni frá mér sem er bara vissulega mjög fínt af því að það er bara gott að geta klárað skuldbindingarna sínar og það er bara unnun að vinna með þetta hvoru tveggja. Ég hef náttúrulega áður notað Westwool en ég er að nota hérna tandemið hérna sem er með hvað heitir þetta? Falkland Merino ull 90% og 10% Texel og Texel er tegund af kind sem er bara hrikalega ljót en með ótrúlega fallega ull og ég hef unnið með það í nokkrum verkefnum áður og það er svo fallegt og það er með þetta hérna svona rustic útlit en er bara ótrúlega mjúkt og það er reyndar ekkert að marka mig. Ég get náttúrulega gengið í Gatavir en það er hérna, þetta stingur ekki nærri því eins og íslenski lópinn, en er steikjandi heitur, enga síður. Tala ekki þegar að komi hérna mohair með, það verður eitthvað algjört grill, sko. Þannig að ég er bara búin að bíða óbúslega spennt eftir að fá þetta verkefni í hendurnar og mun vera með það í fanginu næstu daga og vinna með það úr þessari fallegu blöndu saman.
og móherið það er 72%, las ég eitthvað staðar móher og 28% silki. Það eru 400 metrar í 50 grömmunum. Þannig að það er, og hérna í tandeminu eru 230 metrar í 100 grömmunum. Þetta er bara æðislegt að vera að vinna með svona fallegt gagn og búa til ótrúlega fallegt verkefni úr þessu. Þannig að þetta og sjalið, þetta verður svona fókusinn núna næstu daga og vikur. Bara þangað til ég er búið með hvort tveggja, þá mun þetta eiga hug minn allan nema þegar ég er í bílnum. Þá er það sokarnir. Nú, þá er ég búin að sýna ykkur sem sagt hvað ég er að bauka útsömmin. Nú í pokan duttu nokkrir hlutir eins og gengur gerst á góðum heimilum. Ég komst loksins á prjónahittning með Tjarnardísum á sunnudaginn var og þar var ein Tjarnardísin að selja verkefnatöskur og fólk alltaf bara, þú að fáið verkefnatöskur, ert ekki að gera það? En mér finnst bara svo óbúslega gaman að, þú veist, nota annarra manna handverk. Þannig að ég bara, ég sá hana glitta í hana og heimtaði að fá bunkan til mín, eða við vorum nokkrar þarna, eins og hungraðir úlfar í þetta. Love to Knit. Og þetta er íselja handverk. Og það er svona endurskinn hérna á handfanginu. Það er hérna gæi til þess að festa dót í. Og svona fallegt blómaefni inni í stíl við það sem er utan á. Og þetta er svona strigi hérna utan á og svo saumar hún þetta í vélinni. Gerfi leður botn hérna þannig að það er ekkert mál að strjúka af þessu óhrundi. Þessi bara varð að koma heim með mér. Og þú veist, hver er ég að rífast við svona fallegt handverk? Auðvitað, ef það biður að fá að koma heim með mér, þá bara gerist það. Þá skulum við bara tala næstu tösku. Nú, ég er búin að fylgjast svolítið með þessum dömum og þær eru að nota hráefni og þær kalla sig skjóður. Mér minnir að síðan þeirra á Facebook heiti bara skjóður. Og síðan kom Magnea vinkona mín hérna í lok sumars og ég vissi að hún átti svona tösku og var að spyrja hana út í þetta og hún var að lýsa þessu og síðan voru bara þessar töskur aldrei til hjá þeim, nema síðan verður þær að undirbúa svona pop-up búðu sem þær voru með í handverkskunst fyrir sannlega 2 vikum. Og þá sendi ég skilaboð alveg, eigið til hérna stóru töskurnar og já, það var til. Þannig ég skellti mér á eina og þetta er mjög sniðugt. Þetta er ófóðrað en þykkt svona frekar stíft efni í þessum allavega og síðan er bara svona leðursmella á þessu og þetta er handfangi, hlutin af því sem að lokar þessu og svo síðan er þetta stækka töskuna aðeins, það er bilið hérna á milli sem að ræður hvaða stækkarum. Það er alveg örugglega hægt að koma að slatta og nýta sko. Svona þægilegt til þess að taka með sér stærra verkefni út. Og hérna er miðin þeirra skjóður. Og ég bara ákvað fyrst að þetta var til núna og þær var til í að selja mér þetta þó þetta væri náttúrulega ætlað til þess að fara í handverkskunst. Ég var ekkert á leiðinni suður og þá fékk ég að kaupa mér þessa loksins. Minni mig pínlítið á hérna High-End Hammer töskuna nema þessi mikið þjálli af því það er ekki vax á efninu.
Og síðan var Garn Saga, litari íslenskur, hún var með fullt af svona mínihespum. Og þar sem ég var búin að vinda upp nánast hverja einustu mínihespu sem ég átti, restin hérna í krukkunni hérna upp á, þá var ég að byrja að safna aftur. Og hún var með eitthvað bara, þú veist, 2500 kall fyrir hvora, sem bara djók. Og ég fékk mig sikkvora til þess að byrja að safna aftur. Þannig að þetta bara, og þetta var svona svolítið helgulegt í þessu. Þannig að ég fékk mig þetta. Og þá er mínu spreði lokið, en svo fékk ég 2 gjafir. Annars vegar fékk ég hérna þennan ótrúlega fallegu hespu frá Vivid Wool sem var í svona mánaðarlegu, þú fyrst sent semst á mánaðarfresti hespu og vissir ekkert hvaða grunn þú varst að fá eða neitt. Og svo sem gaf mér þetta, hún bara einfaldlega bara, já, vissi ekki hvað hún átti að gera við þetta og nema það að hún sá það bara að þessi hespa öskraði mitt nafn og var svo yndislega falleg að gefa mér hana. Og þetta er sérst 69% silki, 22% móhair og 9% polyamid, 350 metra í 100 grömmunum. Þetta var ábyggilega snillt með einhverju öðru í, til dæmis eins og húfu eða eitthvað svoleiðis. Síðan fékk ég 2 hespur frá Labia NMA og það er sérst Labia NMA Casmerino grunnurinn og á honum eru 433 metrar í 100 grömmunum. Það eru 75% merino, 15% kasmir og 10% nylon og liturinn er vintage. Gæti ekki verið helgulegri. Sjáu þið? Þannig að fyrsta sem ég sá þegar ég sá það saman bara hæflót húfa og hálskræi og vettlingar og eitthvað. Eða bara eitthvað trufla sjal. Það sem að þetta geti leikið sér með einhvern veginn, ég veit ekki, ég bara klikka fallegt. Og mjúkt maður, kasmírið í þessu. Þannig að jólasveinninn er aldrei búin að vera góð við stelpuna maður. Ég held ég fá ekkert meir í skóinn. Ég held að ég er búin að fá koka frekjun í mér, en nei, segir svona. Bara gaman að fá þetta. Þannig að ég er bara ein alsæl stelpa. Nema svo vorum við prjónaklúburinn minn sem ég er í hérna á Akranesi, og kallum okkur vinkonur Indriða. Við fórum og gerum okkur glaðan dag á miðvikudaginn og fórum út að borða saman og vorum með svona jólapakka-leik og að sjálfsögðu var hann miðaður við það sem við erum, prjónarar eða handverkskonur, og það var svona ákveðin verðmiði og allt það. Nema ég fékk gjöf frá, eða það sem ég dró var frá Hafdísi vinkonu minni og hún fékk það sem að ég gaf. Við vorum 6 sem að gátum mætt og frekar fyndið að skildi fara hérna á okkur vinkonunnar. Og hún gaf mér hérna, ég reyndar ekki með, hún gaf mér líka rosalega fallega hekla og stífaða stjörnu sem fór beint á wannabe jólatréð okkar. Við erum ekki með neitt hefðbundi jólatré í ár, þannig að hérna, ég er bara með svona greinar sem ég set uppáhalds jólaskrautið mitt á. Og ég fekk hérna Camarós lama ullina úr Lill prjónabúðinni. Þetta er sérst 50% lama og 50% ull. Og uppskriftin kolluklettur flaut með. Þannig ég ætla að gera þessa húfu
og hún var búin að prófa að prjóna semst til þess að vera fullvissum að gatnið dygði í svona húfu og það gerði það. Þannig að ég ætla að gera þessa húfu við tækifæri úr þessu gatni og þetta kom í þessu sæta póka sem stendur á ást er í hverri lykkju. Já, ást í hverri lykkju. Þannig að rosalega gaman að gera eitthvað svona og það var svo fyndið hvernig allar gjafirnar virtust hitt í mark hjá okkur. Þannig að það voru allir mjög glaðir út úr þessu partíi. Já, þannig að það, ég er eiginlega búin að fara yfir allt sem að er í gangi hjá mér. Næsti þáttur verður þá ekki fyrr en á nýju ári og þá ætla ég að fara svona pínu uppgjör með árið, taka svona pínu saman hvað ég er búin að vera að bauka. Þetta ég reyni að vera duglega að setja inn á Ravelry en það er náttúrulega slatta af verkefnum sem að skila sér ekki þangað einfaldlega vegna þess að þeir eru ennþá leyndamál, svona pröfuprjón og þess háttar, þannig að það ég get ekki sett það þar inn þar sem ég held aðalega utan þetta en ég mun telja það upp í annálunum mínum þannig lagað þá að þurfa enginn að vita akkurat þú veist hvað það er bara svona til þess að svona, já, vera með töluna réttar fyrir mig aðalega og það verður sjálfsagt bara aðalega áherslan verður á því að eins og ég segi, ég á von á því að ég verði svolítið mikið bara að vinna í þessum tveimur verkefnum, sjalinu og leinuverkefninu, til þess að geta skila því frá mér á réttum tíma. Þannig að ég ætla bara svo að njóta næstu daga hátíðarinnar. Við hjónin verðum í fyrsta skipti ein síðan að við byrjuðum að rugla saman reytum fyrir ógeðslega mörgum árum, 27-8 árum eða eitthvað. Og við verðum með einu aðfangadagskvöld, þannig að það verður bara ljúft, rólegt, góður matur. Tengdapabbi verður hjá okkur í jóladag og það verður bara áfram ljúft, rólegt og góður matur. Og svo framvegis. Og ég ætla bara að biðja ykkur að muna að þú veist, það kemur allt. Þó að það sé ekki allt tilbúið og þeir sem þurfa að gera bara það besta úr því sem þeir hafa að muna að jól eiga ekki að vera sama sem merki fyrir neyslu. Svona á, þú veist, þessari ofneyslu sem er svo mikil og þetta að jólin byrja í húsasmiðinni. Ég verð alltaf pínu pirruð þegar ég heyri það. Við byrja ekki þar og við erum ekkert endilega öll að fagna jólum eða neinu, þetta er bara frí fyrir marga og þetta er bara hátíð fyrir okkur hinn. Og þannig að ég bara óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og að sjálfsögðu óska ykkur gleðilegar hátíðar, hvernig sem þið fagnið henni og þakka bara fyrir frábært ár. Þetta er bara, mér leiðist þetta ekki í 1 mínútu að brasa þetta allt saman og ég er svo ótrúlega þakklát fyrir allan vinskapinn og bara kærleikann og allt sem ég hef fengið að kynnast í gegnum podcasti, í gegnum töskurnar mínar, í gegnum nýja vini, í gegnum Tjarnadísir og bara, það er bara, já, ég er bara lukkugrís. Og þannig kveð ég bara í dag, bara takk fyrir mig, gleðilega hátíð, takið í rólega, fytju upp á ykkur fallegu og bara njótið. Takk fyrir og bless bless.